Í dag ætla ég að nýta flugu sem svona einhvers konar eftirlíking af Blowtorch eftir Devin Olsen. Aðeins öðruvísi, margar af þessum flugum eru ofboðslega svipaðar. Ég myndi ekki ganga svo langt að segja að þetta sé Blowtorch, hún svona aðeins eins og ég segi, aðeins öðruvísi. Krókurinn sem ég búinn að koma fyrir í væsnum RX F2FWAF 555 og þessi kúla, þetta tungstenkúla, jig 3,2 mm, frekar en 3,3. Einföld fluga að nýta, frábær í, til dæmis einhvers konar point flugu ef fólk að veiða með, skal ég segja, ykkur dropper. Og það að sjálfsögðu hægt að leika sér á allan hátt, á ýmsan hátt með samsetninguna. Nú, skottið í þessari flugu úr Glowbrite númer 5. Það appelsínugult. Ef þið notið rautt, þá verðið brjálæðir. Nei, það breytir sennilega ekki nokkru einasta máli. En appelsínugult skal það vera í þessari flugu. Svo við sjáum þá tvöfaldi ég, jafnvel þrefalda efnið. Þetta bara floss í rauninni. Svona. Kúlan náttúrulega laus. Við látum það ekkert trufla okkur. Nú búkurinn, hann úr svörtum vír annars vegar. Þessi frá Semperfli, 0,2 mm. Og vöfin úr rauðum vír. Þessi frá Júni, held ég. Jafn sver. Og það sem ég geri að ég legg vírana 2 saman. Og nýti þá hérna á nær hliðina, það að segja hliðina sem vísar að mér. Þetta átti að gerast. Svona. Það ágætt að því að við ætlum að nota svarta vírinn í rauninni sem búk, eins og við myndum gera til dæmis í Copper John. Það ágætt að aðeins að fylgjast með undirlaginu. Það að segja hvernig þetta lítur allt saman út undir vírnum. Vegna þess að ef að undirlagið óslétt, þá sést það mjög vel í vírnum. Og eins og við vitum öll, ef að flugan ekki flott, þá vill fiskurinn hann ekki. Eða þannig. Svona. Hvítur þráður, svartur vír, þá ágætt að svona hjálpa sér aðeins ef það eitthvað bil á milli vafningana. Og þá hefst vafningur. Spólum hratt yfir sögu. Svona, þá svarti vírinn klár og þá það bara svo rauði.
tryggjum hann. Og hérna, vírarnir eru sleipir, eins og þið getið ímyndað ykkur. Og vilja færast aðeins til, svona þegar maður er að nota fluguna. Og það er ágætt að setja smá sapp. Bara svona rétt til þess að tryggja þetta. Nú, kraginn, hann er úr íkorna. Þetta döbb hérna frá Vapsi. Þetta er svona sennilega eitt af mínu uppáhalds. Sérstaklega í svona kraga og alls konar annað. Og splittum við þræðinum. Það er hægt að nota dubbinglúpu líka. En svona fyrst að ég er með þennan nanosilk þráð frá Semperfli. Það er þægilegt að splitta hann. Ekki horfa á vaxið. Það er komið tími á nýtt. En vaxið setjum við svona til þess að gefa þræðinum smá grip. Vegna þess að hann er alveg gríðarlega sleipur, eins og við vitum. Og ekki mikið að frétta í gripinu. Splitta svona þræði er engin svartigaldur. Þetta er mjög auðvelt svona þegar maður fer að venja sig á það. Sný ég kefliseldunni. Lítur þetta svona út. Svo er ágætt að draga hárin aðeins aftur. Svona. Nú er þráðurinn hvítur eins og áður hefur komið fram. Bara svona til að fullnægja smámunaseminni þá er ágætt að tússa hann. Svona, þetta er allt í lagi hjá okkur. Sleppi til. Svona, þá er þessi skrýtna útgáfa af kannski blowtorch, en ég er ekki viss um að þetta sé nægilega nálægt í að minnsta kosti. Flugan veiðir fisk og það er nú til þessi leikurinn gerður. Klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.